Hlynur, það stórt verkefni framundan og það hafa orðið, talsverðar breytingar á landsliðinu. Hvernig svona maður eins og þú sem hefur haft yfirsýn yfir hópinn núna til fjölda ára, hvernig þetta að meta það sem eiga sér stað? Breytingarnar? Já. Bara óhjákvæmilega í raun og veru. Lítið að segja, þetta saknar maður þessar gauðra sem eru á mínum aldri og þetta er bara eitthvað sem hlaut að gerast. Og fullt af góðum gaurum, en ég hef ekki nálega saknað þeirra minnar kynslóðar hafa það með, sko. Þessi yngri menn, eru þeir að standa sig? Já, ég held ég geti þeir eru að spila, minnst ég komur á góða staði í Evrópu, þessi gaurar, sko, og eru mjög góðir. En eins og ég segi, sko, það væri gott að hafa einn gamlan í viðbót, sko. Það er svolítið mikið munur. En núna það nýkomnir heim frá á Noregi, hvernig voru þeir tveir leikir sem mælikvarði fyrir komandi Portugalsleik? Já, ég fór ekki með í það, en það sem ég vil horfa á þetta. Ég held að það bara verið fínt. Það var líka margir sem það verið svolítið mikið sama hópur undanferð og þarna fengum margir að spila sem þó auðvitað að taka inn, til dæmis í þessa leiki. Colin og Hjálmar og Kitty. Það er bara eitthvað sem mjög jákvæmt. Það verður líka nauðsynlegt bara, þannig að séu fleiri sem fái að hlaupa kerfið og allt þetta. Portugal, hefur ykkur gefist eitthvað tækifæri til þess að skoða þá? Nei, ég bara veit, ég er alveg hinskilinn, ég veit ekki neitt þetta lið, sko. En bara ég býst bara við þessu bara góðir, sko. Ég veit, ég þekki leikmennina illa og bara það sem upplýsingar sem þjálfararnir gefa mér, þeir eru með mikla skittur og þannig, sko. En meira bara það veit ég ekki, sko. Ég þarf bara að fara í þetta mál, sko. Ég fer að googla í kvöld eitthvað. En öll á botni kolt hefur okkur hollast að vinna riðilinn til þess að komast beint í riðilakeppnina fyrir EM, til þess að forðast að lenda í svona auka móti, ekki satt? Jú, við viljum svolítið sleppa það, sko. Það getur verið svolítið svona erfitt að komast út úr því ef maður lendir í því. Við vorum mjög lengi ykkur og þannig örugglega, sko. En það væri mjög gott að vinna þetta, sko. Þannig að, jú, þetta væri það gott að væri. Hlynur, takk fyrir spjallið, góða ferð út og vonandi tekst ykkur að koma heim með tvöfalda vaffið. Herru, þakka kærlega fyrir.